stefnir á að fara í fleiri aðgerðir eða hvernig það, þú veist, ég að reyna að finna leið til þess að segja þetta á settlegan hátt. Svona bottom surgery. Já. Já, ég ætla að fara í þannig einn daginn. Ok. Ég ætla ekki að gera það strax, ekki á meðan ég að finna út hvað ég vilja gera með eggin og svona. En einn daginn þá mun ég fara í þannig. Og þú ert væntanlega ennþá fyrir konur. Já. Og ertu búin að eignast einhverja kærustu í þessu ferli? Nei. Ekki síðan þú byrjaðir? Nei, þetta fór svolítið bara niður á við, sko. Þegar ég kom út. Já. Þess að maður búin að vera á Tinder og eitthvað og það var bara aldrei verið að blíti í gangi, sko. Já. Og hvað heldur þú sé að valda því? Ég veit ekki, ég náttúrulega svo nýlega að byrja í þessu að ég kannski líti alveg út eins og stelpa eins og ég er. Þannig að það sem eru fyrir stráka eru kannski ekkert pæla í mér, en ég veit ekki, ég skil þetta alveg, sko. Ég ekkert móðgæður, sko. Nei. Fyrsta skipti sem að ég fór í transteymið að komast í aðgerðina, þá fékk ég neitun. Já. Og svo fór ég aftur og þá fékk ég já. Já. Þannig að það ekkert verið bara að hleypa hverjum sem í gegnum þetta og þú þarft að fara til sálfræðings og þú þarft alveg að fara í viðtalstíma. Þannig að þú ert ekkert bara... Þú hleypur ekkert þannig bara þetta alveg og á hvaða, þú veist, hver var ástæðan fyrir þessu nei? Mástu það? Sú sem að ég lenti á fannst mér bara vera eitthvað skrítin, sko. Já. Bara hvernig hún talaði við mig og bara spurði mig hvort að ég drekk vitandi það að verða fullur. Ég bara, já, gera það ekki allir. En þá var ég fyllibitta, sko. Já, alkohólisti. Já, og þetta var allt eitthvað svona og ég skildi þetta ekki alveg hvað hann var að meina með þessu, sko. Þannig að það var bara, nei. Og ég náttúrulega fór bara grátandi heim, sko. Ég bara, þú veist, hvað var að segja mig? Þú veist, ég drekk mjög sjaldan. Þannig að bara... Það líka bara, ef að maður hefur dílað við kvíða og þunglyndi, þá bara áfengið að versta. Já. Svona, í kerfið, sko. Það ekki eitthvað sem ég að leitast eftir, sko. Nei. Nei. Og ferðu mikið eitthvað á lífið út á meðal fólks? Ferðu eitthvað á djammið eða niður í bæ eða? Ég fer alveg, en mjög sjaldan. Finnst þér fólk taka eftir þér? Finnst þér vera að horta á þig eða, þú veist? Sko, ég pæli búið lítið í því lengur af því að ég orðin svo vanur, eftir að ég stækkaði á TikTok þá alltaf einhver sem að fylgjast með mér og ég tók alltaf eftir því fyrst. En þetta er bara orðin einhvern vani núna, þannig ég pæli ekki í þessu. Já.